Umhverfisráðherra ósáttur við vinnubrögð sveitarstjórna Garðs og Reykjanesbæjar en þær samþykktu báðar í kvöld að veita Norðuráli byggingarleyfi fyrir álver í Helguvík. Bæjarstjórnir Reykjanesbæjar og Garðs samþykktu í kvöld að veita Norðuráli byggingarleyfi fyrir álver í Helguvík. Umhverfisráðherra segir þetta furðulegt háttalag og vill skýringar á ákvörðuninni. Árni Sigfússon, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, sagði í fréttum í gær að framkvæmdir við álverið muni hefjast eigi síðar en mánaðamót. Ég lýsi furðu minni á þessum ákvörðunum og eins og allir vita þá kærumál til meðferðar, úrskurðarmeðferðar í umhverfisráðuneytinu. Það hefur dregist á langinn að úrskurða meðal annars vegna beiðna frá Norðuráli. Við erum að vinna í málinu, þetta mjög mikilvægt mál og það ber að vinna það eftir bestu getu, sinna rannsóknarskyldu og öðru og menn vita að það hillir undir lokinn á því. Þess vegna finnst mér furðulegt að sveitarstjórnarmenn taki þessa ákvörðun þegar þeir geta vel beðið úrskurðarins 2 vikur til að frá skipti ekki öllu máli í þessu. Þórunn segir fjölmarga lausa enda í málinu, orkuöflun, lagningu raflína, losunarkvóta og fleira. En aðalatriðið að niðurstaða Skipulagsstofnunar var kærð til ráðherra. Hún enn til umfjöllunar og það einfaldlega góð stjórnsýsla að bíða eftir þeirri niðurstöðu. Þannig þú ert að segja að þetta sé slæm stjórnsýsla að samþykkja þetta strax? Mér finnst hún alveg á mörkunum, líka með það í huga hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að starfrækja álver á Suðurnesjum. En líkur ábyrgðin þá ekki að hluta til í ráðuneytinu að hafa tekið sér, ekki komið á 7. mánuð síðan kæran barst? Jú, auðvitað liggur ábyrgðin einhverju leyti hjá okkur, en frestirnir hafa verið skýrðir, þeir eru málefnalegir, ákvarðanir sem eru teknar í dag af þessum 2 sveitarstjórnum, ég vil fá betri skýringar á þeim, af því að þeir bera líka á þessum ákvörðunum, af því að sveitarstjórnarmenn bera líka mikla ábyrgð í þessu máli. Verður þú ekki dálítið að taka af skarið bara til þess að Samfylkingin haldi trúverðugleika í þessum málaflokki? Það getur vel verið að standi öll spjót á mér og það í góðu lagi. Ég stend alveg undir því. Ég mun úrskurða í þessu máli, sá úrskurður mun tala sínu máli. Samfylkingin stendur við sitt, við erum auðvitað í stjórnarsamstarfi og fengum ekki fagra Ísland ómengað inn í það stjórnarsamstarf. En ég veit alveg hvaðan ég kem í umhverfismálum.